Páskarnir nálgast. Erlendar kalkúnabringur með 30% afslætti aðeins 1749 krónur kílóið. Netto. Komið sæl og velkomin í Suðurnesja Magasín, vikulegan þátt frá Víkurfréttum. Viðfangsefni okkar þessa vikuna eru bæði fjölbreytt og skemmtilega að venju. Við byrjum þáttinn með Arnari Stefánsssyni sem tekur upp myndskeið í 2 sekúndur á dag og setur í myndband líf sitt og fjölskyldunar. Þetta er alveg magnað. Malarvöllurinn í Keflavík hefur gengið í endurnýjun lífdaga. Þar æfa ungir knattspyrnumenn í anda liðinna tíðar. Á sama tíma er grasvöllurinn orðinn iðagreinn og hefur aldrei verið í betra ástandi og enn er vetur. Systkinin Sara og Sindri eru í hjúkrunarfræðinámi. Við kynntum okkur námið þeirra og þá staðreynd að allt of fáir strákar eru hjúkrunarfræðingar á Íslandi í dag. Við förum einnig á árshátíð grunnskóla Grindavíkur og heyrum tóndæmi frá söngvaskáldum á Suðurnesjum. En við byrjum í myndbandagerð. Njarðvíkingurinn Arnar Stefánsson tók árið 2016 upp á símann sinn og bjó til myndband sem vakið hefur talsverða athygli. Arnar hefur þann háttinn á að taka bara upp 2 sekúndur á dag af daglegu lífi sínu. Talsverð vinna fylgir þessu og Arnar þarf að muna á hverjum degi að taka upp brot sem lýsir deginum sem best. Kannski einu sinni það sem ég hef svona næstuði gleymt í, en þetta er orðið alveg frekar vel innbyggt inn í mig núna. Þetta er svona heldtekið svolítið. Já, þú veist, ligg upp í rúmi alveg og hugsa bara er ég búinn að taka myndband maður? Og þá var ég kannski búinn að taka 2, sko. Þú veist, þetta er bara eitthvað svo alveg vel inn í mér núna, sko. Arnar gerði myndband fyrir árið 2013 með sömu aðferð. Fjölskylda og vinir eru því orðin vön að sjá Arnar með símann á lofti. Það halda bara allir að ég sé að taka mynd. En núna veit fólk svona hvað þú ætti að gera, þannig að þú veist, þegar þú rífur upp símann og bregst fólk kannski að vera sér við, setur sig í einhverja stellingar eða... Stundum, sko, en samt fólk heldur bara að ég sé að taka mynd. Þú veist, og er bara eitthvað, byrjar að pósa og alveg, nei, þetta er myndband, sko. Þú veist, þá fær maður eitthvað kannski aðeins skemmtilega. Ég tek alveg stundum 10 mínútur af efni og þarf að velja síðan 2 sekúndur úr því, þá er ég bara að bíða eftir einhverju svona skemmtilegu. Það hlýtur að svolítið vinna í því og svolítið erfitt að velja alltaf þessar 2 sekúndur úr einhverjum viðburðum. Já, ég svona reyna að velja bara 2 sekúndur sem að lýsa deginum mest. Þú veist, stundum tek ég alveg 3-4 myndbönd yfir daginn og reyni bara að finna á svona einhvern veginn hvað lýsir því sem ég var að gera best og hjálpar mér mest að muna eftir deginum öllum, sko. Myndbandið frá árinu 2013 vakti talsverða athygli og hafa þúsundir manna horft á það á YouTube. Þú veist, það var allir að segja við mig að lífið mitt væri svo fullkomið og eitthvað og ég sagði bara þess, nei, það er ekki lífið hjá neinum er fullkomið. Já, þú veist, ég ætlaði samt alltaf að taka upp líka alveg slæmu dagana, sko, en í alvörinni samt þá árið 2013 þá gerðist ekkert eitthvað hræðilegt, sko. Þú veist, það dó enginn eða það var ekkert eitthvað rosalegt, það var ekki veikur henni. En ég var alveg, þú veist, ég ætla að taka það upp, sko. Ég verði að gera það, þú veist, það var dagurinn minn, sko. Sem er aðeins kannski frá árinu 2017, það var kannski með þeim viðburða meiri í þínu lífi. Já. Já, það bara, dóttir mín fæddist og ég náði, sko, þegar að leið á 2016 þá áttaði ég mig á því, þegar hún varð ólétt og annað, þá fattaði ég bara, þú veist, ég var að bara dokumenta meðgönguna, skilur, ég var ógeðslega spenntur, sko, yfir því, bara að ná að, þú veist, af öllum árum í lífi mínu hefði ég náð að byrja á þessu áður en það gerðist, sko, áður en við vissum það meira sér. Og svo náttúrulega bara hápunktur, það er fæðingin, þú dokumentar hana líka. Ég dokumenta hana líka, ég var svona, sko, já, ég var ekkert ón í henni, sko, en þú veist, ég tók upp nokkuð mynd, ég hefði reyndar alveg viljað taka fleiri myndbönd, sko, en þú veit, ég vissi ekki að ég ætlaði að gera svona mikið úr í hann í endan, sko. Nei, það er ekki nokkur þar sem eru lengur en 2 sekúndur, það er ekki rétt hjá mér. Í endan? Já, svona fæðingu. Já, ég svindlaði smá. Já, ertu strangur á reglunum? Já, ég er ótrúlega strangur, sko. Ég er alveg það er alveg, ef að myndband fer sekundubrót yfir, sko, 2 sekundur þá fer ég að laga það, sko. Já. Í listanum, sko. Þannig máttu gera smá undantekningu. Já, svo líka kom, það var einn svona erfiður dagur sem að kísin okkar dó og þá
við vorum alveg virkilega leið yfir því sko og þannig að ég leyfði mér að hafa þær 4 bara svona út í þetta dagurinn virtist bara svo langur líka einhvern veginn út af þessu, við vorum öll bara í sorg. Hvernig, svo náttúrulega ertu byrjaður núna á þessu ári eða ekki? Jú, ég bara hélt áfram, ég ætlaði bara að gera þetta þangað til að, ég veit ekki, bara áfram, ég ætla ekki að hætta sko. En hvernig það, ertu svolítið meðvitaður það einmitt að verða að vera fjölbreytt myndefni hjá þér? Já, líka bara fyrir mig sko, að mér finnst þetta að vera skemmtilegt ef þetta alltaf bara, sko, ég hefði alveg getað tekið alltaf upp þegar ég að horfa á Netflix eða, eitthvað, maður gerir það næst í á hverju kvöldi sko, eitthvað í sjónvarpinu og það er svona alveg last resort að ég taki upp sjónvarpið, þá ég bara kannski búinn á því og ég nenni ekki að finna neitt einhvern veginn og þá tek ég upp sjónvarpið. Ef það ekkert sem gerist yfir daginn, þá það bara, lífið mitt, skilur, þá það bara annað að syngja upp fyrir svona busta eða eitthvað, venjulegt. Ég að tampusta mig eða eitthvað, eitt myndband. Það er kannski ekki mikið myndum á þér? Nei, ég gerði 2 eða eitthvað svoleiðis sem var bara í speglinum, sko. Mútið að Anna var að röfla í mér að ég væri aldrei í þessu. Já. Svolítið mikið henni og lítið fyrir. Já, en það var samt eiginlega pointið mitt. Ég vildi bara að þetta sé frá mínu sjónarhorni allt. Ég má ekkert taka einhverja selfies. Nei. Ekki þarna, ég get alveg tekið myndir af mér bara með einhverjum öðrum. En í þessu þá vildi ég bara að þetta væri bara beint úr mínum augum. Hvernig finnst þér að horfa á þetta sjálfum? Mér finnst það ógeðslega gaman. Mér finnst það alveg vandræðalega skemmtilegt sko. Ég er búinn að horfa á þetta, ég veit ekki hversu oft, bara byrja á því sko og svo bara klára ég það og alveg 13 mínútur farnar bara, ég veit ekki hversu oft ég er búinn að horfa á þetta sko. Já, það er náttúrulega, heilt ár í 13 mínútur, það er bara nokkuð góð lengd, þannig séð. Já, það voru nokkur sem voru kvart undan að ég get ekki lesið textan á meðan. Já, ok. Út af því þetta er svo fljótt og stundum skrifaði ég kannski aðeins svo mikið líka undir sko hvað var að gerast, en maður má ekki breyta það 2 sekúndur sko. En svona kannski stóra markmiðið með þessu eða eitthvað svona loka dæmi, það bara mynd í fullri lengd líf þitt eða eitthvað gott bara fyrir jarðarförina? Í fullri lengd, það verður einhverjir 10 klukktímar eða eitthvað. Ég veit það ekki, það er ekkert enda markmiði á mér, ég ætla bara að safna þessu eins lengi og ég get, svo bara 50 sammálinu mínu eða eitthvað verður þetta rúllandi og svo alltaf þurfa að labba einhverja verslur hjá okkur, þá verður þetta myndband, helvits myndband rúllandi sko. Þannig að þetta verður bara svona eitthvað ongoing dót í lífi mínu sko, þetta er bara orðið partur af lífi mínu núna sko. Gamli malarvöllurinn við Hringbraut í Keflavík er að ganga í endurnýjun lífdaga. Þar æfa yngri flokkar Keflavíkur knattspyrnu af kappi. Eyþór Sæmundsson og Hilmar Bragi kíktu á mölina. Kannski Jói, það hlýtur að koma smá nostalgía hérna við að mæta eftir á mölina. Já, þetta er óneitanlega, maður fyrir að hugsa langt tilbaka til að fá þessa tilfinningu aftur. Það er bara gaman þessu. Hvernig tóku strákarnir í þetta? Þið tjáðu að þeir væru að fara að spila á möl, vissu þeir reynilega hvað það var? Nei, ég held að nú ekki átt að sjá því að þetta hafi nú eins og verið fótboltavöllur og en þeir tóku bara mjög í þetta. Þetta eru flotti peyjar og þeir tóku bara mjög vel í þetta og ég held að samt ekki alveg átt að sjá því hvað þeir voru að fara úti til að byrja með og ég held örugglega að ég væri að gera grín að þeim fyrst sko. En síðan þegar þeir byrjuðu þá voru þeir bara mjög flottir. Þetta er náttúrulega allt öðru sem heldur en að vera á gerðugrarsinu í hlýjunni og logninu. En þeir eru bara, þetta er náttúrulega allt öðru sem þeir þurfa náttúrulega að leggja harðar að sér hérna á mölinni og þeir sem eru kannski svona tæknilega góðir, það svona hverfur aðeins hérna. Þeir þurfa að sýna viljan og það er líka það sem við erum dálítið að leita eftir með að fara á mölina. Það er að fá þetta íslenska í okkur aftur, að það sé ekki alltaf allt alveg perfekt. Ég held að þeir eftir að græða á þessu og svo líka það, ég er búinn að vera að þjálfa síðan 2010 í yngri flokkum og það er nánast alltaf þannig að við höfum farið út úr höllinni í júní þegar skólarnir eru búnir og við höfum aldrei byrjað að æfa úti fyrir þá
og þá erum við alltaf bara eins og við höfum aldrei spilað í roki eða neitt og það er alltaf rosalega kalt og menn ekki vanir að vera úti að leika sér. Þannig að ég held að þetta sé bara hollt fyrir alla og ég held að þetta sé líka hollt fyrir þjálfarana. Rifjar væntanlega upp minningar hjá þér, þú ólst upp að hluta til náttúrulega á Möl. Hvernig, svona ef þú rifjar það upp, hvernig fannst þér að spila og æfa á Mölinni í gamla daga? Mölin hérna í Keflavík var náttúrulega alltaf alveg mjög góð, ein besta mölin á landinu og í minningunni var það bara alltaf mjög gaman. Þó það náttúrulega alltaf verið skemmtilega þegar maður kom síðan á grasið en maður á margar minnistæðar æfingar hérna, bæði hjá Kjartani Másinni og svo Sigga Björgvins og Gunni Odds sem maður aldrei eftir að gleyma. Maður kemst óneitanlega bara í hálfgerðan svona sumarfíling að standa hérna í grænu grasinu. Það er nú bara málið, maður er bara farin að fyllast til hlökkun, fara að byrja þetta mót. Af hverju er völlurinn svona góður hjá okkur? Þetta er bara vinna sem við erum búin að leggja í hann síðastliðið ár. Þá tekið hérna bara mikið átak og lagt mikla peninga í völlinn. Og þetta er bara að skila sér núna þetta sumar og þetta vor. Ég held að völlurinn hafi aldrei verið betri og verði bara svona eins og júlí völlur bara núna strax í maí. Já, hann væri bara klár hreinlega að fara að spila á honum eins og staðan er núna. Það liggur við. Það sé hægt að taka bara æfingu í kvöld. Þetta er bara yndislegt sko. Svo er svolítið skemmtilegt einmitt að horfa þess og svo erum við að horfa hérna á strákana hinum að spila á Mölinni. Það er kannski svolítið skrítið líka. Þetta er magnað. Við nýtum núna hverja einustu torfu og möl til að hafa fótbolta á. Eru bara iðkendur orðnir svona margir og húsnæðið á skornum skammti? Það er mikil fjölgun knattspyrnu í Keflavík. Svo er náttúrulega bara Reykjaneshöllin að vera slungin. Tíminn svona þessi besti tími. Þessi strákar eins og Jói var að tala um er að æfa á kvöldin og eldsnemma á mótnana. Þannig að þetta er svona quality æfingatími fyrir þá. Þannig að verður bara að finna einhvern blett fyrir þá til að sparka í boltann. Já, og þeir eru til í allt. Og þeir virðast held ég kunna bara ágætlega við sig á Mölinu og hafa kannski gott að þessu. Hvað segir gamli refir svona það? Þeim finnst þetta gríðarlega spennandi að fá að vera á Möl. Þeir náttúrulega eru bara búin að heyra söguna og sjá ljósmyndirnar og finnst þetta bara ótrúlegt að fá að prófa að vera á Möl. Þetta herði þá kannski aðeins? Það gerir það pottitt. Þeir vera grjótharðir eins og við vorum. En hvernig sér þetta fyrir þér? Þurfa þeir að vera áfram á Möl eða verður eitthvað byggt hérna upp? Við þurfum náttúrulega bara að nýta þetta sem við höfum í dag. En við höfum, bærinn er rosalega jákvæður í okkar garð. Þetta er nú svona farið að horfa til betri vegar hjá okkur í þessu bæjarfélagi. Ég hef mikla trú á því að við förum að gera eitthvað, einhverja hluti núna, að laga til og endurbæta. Hvernig finnst ykkur að spila á Mölinni? Bara mjög gaman sko. Var þetta svolítið skrítið fyrst eða? Já, svolítið öðruvísi. Hvað vissuð þið Malavelli áður en að Jói sagði ykkur að þið væri að fara að spila hérna á Mölinni? Ég vissi ekki neitt sko. Hann sagði bara að við myndum koma hérna í ykkur dralltakaskóm, við vissum ekkert að því. Er menn hræddir við að fara í tæklingar eða? Nei, ekki mér. Grjótart. Þú mættir á stuðbuxunum bara, mættir á fyrstu æfingu stuðbuxum eða? Já, ég það. Ég líka en svo fór ég strax í buxur. Já, ok, hvernig fara einmitt, eru skónir búin að fara? Eru búin að slátra skónum eða? Já, frekar. Þannig að það tóku svona, já, kannski þessar gömlu og svona þessar lélustu sem áttu. Já, gera það. En hvernig svona, heldur að þetta muni gera eitthvað gott fyrir ykkur? Er það að græða eitthvað á þessu? Sturðu að spila öðruvísi fótbolta eða eitthvað? Já, ég spila frekar boltana svona uppi, helst hafanbolta, því að boltin skopar svo mikið. Frekar svona meiri keistli og svona, af því að maður getur ekki spila mikið boltanum og hérna og inni í Reykjaneshöll. Svo er náttúrulega, það er þokkalega kalt út og svona, er þetta ekki bara herðið ykkur aðeins? Jú. Systkinin Sara og Sindri eru að læra hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri. Þau stunda fræðin í fjarnámi frá Reykjanesbæ. Við hittum systkinin í miðstöð símenntunar á Suðurnesjum. Systkinin Sara og Sindri Stefánsbörn eru bæði nemar í hjúkrunarfræði. Þau eru búsett á Suðurnesjum og stunda fjarnám við Háskólann á Akureyri. Þau eru full tilhlökkunar fyrir komandi tímum og líkar námið vel. Fleiri í fjölskyldunni starfa innan heilbrigðisgeirans en móðir þeirra er hjúkrunarfræðingur og faðir þeirra sjúkraliði og segir Sara þau hafa alist upp í kringum þetta starf.
Það er ekki algengt að sjá karlmann í starfi hjúkrunarfræðings en systkinin vilja fleiri karlmenn í starfið og hvetja þá til þess að sækja um. Hvernig kom það til að þið ákveða að læra hjúkrun, bæði tvö? Herru, ég hef haft áhuga síðan ég var lítil stelpa. Mamma okkar er hjúkrunarfræðingur og við ólumst svolítið upp við þetta. Þannig ég var alltaf ákveðin strax að ég ætlaði að vera hjúkrunarfræðingur. Ég endar var ekki á sama máli fyrst sko. Ég hef ekki hugmynd hvað ég vildi gera en ég vann hérna í eldhúsi og gerði það alltaf í 3 ár. Svo vantaði mig vinnu yfir 1 sumari og mér var alltaf búið vinnu á sjúkrahúsi. Þá hugsaði ég bara að vinna færi fram í bara eldhúsinu á sjúkrahúsinu. Svo ég bara skellti mig bara norður og hérna í sveitina og bara mætti bara fyrsta daginn og það var ekkert verið að sýna mér eldhúsinni sko, það bara sýndi mér allt annað en eldhúsi sjálft og ég hugsaði bara ok, ég ætla ekkert vera að spyrja eins og fáviti og hérna svo var bara hent mér í djúpuluna og byrjaði bara í aðhlynningu og hérna þá fekk ég áhuga sko. Eru þið eitthvað að hjálpa staði í náminu? Sko, þegar við vorum í klásus á síðustu önn, þá lærðum við ekki einu sinni saman. Og við vorum náttúrulega samkeppni og við vorum bara svolítið í samkeppni líka. En við fengum, ótrúlega sagt, við fengum eiginlega bara sömu einkunnir, þrátt fyrir að læra ekki saman. Og svo þegar við reyndum að fara yfir prófin, sko, þá tókum við eftir bara hvað við vorum bara mjög ólík og svör okkar voru bara mjög ólík og við vorum ekki alveg sammála allt. Og svo það var líka mjög erfitt, en eftir að við komumst áfram í klásus, þá voru bara miklu nánari, sko. Eru fleiri heldur en mamma ykkar í þessum heilbrigðisgeira? Systir mömmu er hjúkrunarfræðingur. Hún er hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum. Pabbi okkar náttúrulega sjúkraliði. Pabbi er sjúkraliði og svo eru svona margir fjölskylduvinir sem eru hjúkur og læknar og sjúkraliðar. Og svo þetta er svona aðeins í fjölskyldunum líka sko. Og þetta er ekkert starf sem allir geta lært og unnið við sko. Og síðan var hérna mamma svolítið ánægð þegar við komumst bæði áfram og það hefur verið svolítið svekkjandi að óska öðrum til hamingjum ekki hinum. Þannig að mamma var mjög glöð þegar við komumst bæði áfram. Það bara kom ekkert annað til greina? Nei, þess að ég sagði annarkvæmt komumst við bæði áfram eða hvorugt. Þetta er vantilega, við búum hérna á Suðurnesjum og svo þetta er svona svolítið skemmtilegt fyrir okkur að hlakka til að fara í lotu og vera þar í viku og hitta hópinn og svona og svo maður er ekkert alltaf lærandi bara bak við skjáinn. Og það er svolítið sjálfsæga að geta verið heimihjálpar að læra. Ég læri bara 8–4, bara minn skóli og síðan bara tekur heimilislífið við og síðan er bara svo að fara til útlanda einu svona önn, þá bara fljúum við til Akureyrar viku og ég er barnlaus og við bara, þetta er svo að vera í útlöndum. Það þekkjum við ekkert annað en bara skólabækur og Suðurnesin. Við búum í Grindavík og við erum ekki tilbúin að flytja norður og mér finnst æðislegt ef að strákurinn er veikur þá bara get ég verið heima og maður þarf ekki að taka sér frí og vinnu og mér finnst hérna henta mér rosalega vel að vera bara heima og maður getur alveg leyft sér að sofa klukkutíma lengur, það gerist ekki neitt, maður bíður bara eftir fyrirlesturunum. Hafið þið eitthvað farið í starfsnám? Hvernig var það þá? Við vorum í fyrsta starfsnámi núna, kláruðum það síðasta föstudag. Ég fór hérna hjúkrunarheimili í Víðihliði í Grindavík, var 10 vaktir þar og það var bara æðislega gaman. Og ég hef unnið þar sem í aðhlynningu en núna fekk ég vera svona hjúkrunarnemi og þá fekk maður svolítið svona að upplifa hvað við erum að fara að gera og það var rosalega skemmtilegt. Ég fór norður á Siglufjörð, á sjúkrahús Siglufjarðar, Heilbrigðisstofnun Norðurlands og það var einmitt sú stofnun sem ég byrjaði á og fekk að kynnast þessu og svo það var svolítið gaman fyrir mig að fá að vera á þessu stofnun í starfsnámi og hvað þá hjúkrunarnemi og hitta gamla starfsfólki aftur og sömu sjúklingar sem kunnust við mig. Eins og segir Sindri, það eru fáir strákar í þessu námi og þessu starfi. Þegar þú núna byrjar í þessu námi, finnst þér þetta nám henta konum betur heldur en körlum? Alls ekki. Til dæmis greiðs anatómí og svona bara á vaktinn og þá snýst það svo mikið lækna og svona læknafyrirmyndir. Það er rosalega kynjaskipt sérstaklega bara úti í heimi og líka á Íslandi í dag sem er frábært. En hjúkrunarfræðingar, það er bara í minni hlutverki hvað þá kallar. En mér finnst að samfélag ýtir undir þessa staðalímynd sko. Hefurðu lent í einhverjum fordómum í náminu
eða starfsnáminu fyrir það að vera karlmaður? Alls ekki og bara, ef ekki bara allir sko, taka bara rosalega vel í þetta og bara líta með bara frábært og frábært að hafa karlmann í þessu og að bara þarf að fjölga ykkur og hvað eru margir og bara frábært og maður finnur svona aukið öryggi sko. Og eins og á hjúkrunarheimilum þá til dæmis eldri konurnar, þeim finnst það gaman að hafa strákana líka. Þau vilja fá karlmann í vinnu og þau hefðu alveg verið til í að hafa syndra í vinnu. Það sem oft algengur misskilningur að fólk heldur þessi lækni sko, já þetta er læknanemi hérna og nei ég er hjúkrunarnemi, bara nú. En maður hefur kannski heyrt stundur svona, en það er svolítið einkennilegt, svolítið skrítið. En af hverju fórstu ekki læknisfræði? Og það er algeng spurning, sérstaklega fyrir mig sem karlmaður, sko, að bara byrju hjúkrunarfræði, af hverju ekki læknin? Sara, það langar mig að spyrja þig að því sama, af hverju fórst þú ekki læknin? Ég bara hafði meira áhuga af hjúkrunarfræði og ég hef bara ekki kynnt mér læknin alveg nógu vel. Ég bara ætlaði að vera hjúkrunarfræðingur og það bara kom ekkert annað til greina. Í FS þá var verið að kynna öll náminn og ég bara lokaði eyrunum og hlustaði ekki á neitt annað en hjúkrunarfræði. Ég var bara löngu búin að ákveða það. Ég geti unnið bara næstum öllum stofnunum á landinu. Skólahjúkrun. Skólahjúkrun og bráðamóttöku, spítala, öldrun, og það finnst mér svolítið spennandi að maður kannski er alltaf að prófa sig áfram í þessu, svo getur maður alltaf bara svona skipt svið og maður er að endast að læra eitthvað nýtt og bæta sig og það finnst mér líka bara mjög. Já, við erum eftir að fara í verknám og þá erum eftir að kynnast að fara hjartadeild og bráðamóttöku og svoleiðis, og þá kannski á með þetta að finna svona hvar vill maður vinna. Vill maður vinna með börnum, vill maður ekki vinna með börnum, vill maður vinna á öldrunarheimili eða vill maður ekki vinna á öldrunarheimili. Þannig við erum eftir að fá að kynnast þessu og bara á næstu 3 árum. Og bíðum bara mjög spennt. Þannig þið mælið með þessu námi fyrir alla, bara karla og konur. Sannlega. Algjörlega. Og mér finnst strákar alveg geta verið hjúkrunarfræðingar, alveg svo stelpur. Allt sem ég geri, ég geri þetta ekkert betur en strákar. Það vantar bara sko í strákurinn bara kjarkinn, bara að taka þetta skref, því að þetta er vantilega ekkert auðvelt og sérstaklega eins og með mig að þurfa að útskýra, það tók strákana margar vikur að skilja af hverju ég ætla að læra hjúkrun en ekki læknisfræði eða eitthvað annað og eins og með nágrannaþjóðir okkar að um 30% kallar, 25-30 líka í Bandaríkjunum og en á Íslandi þetta er bara mest skömm. Við erum 2% kallar, minnst það bara hryllingu sko, því það þarf að jafna út hópinn sko. Og maður trúir því að það mun gerast einn daginn. Það gerist vonandi einn daginn sko. Að þetta, við erum framtíðin, við sem erum að læra hjúkrun núna og þetta mun breytast, ég trú því. Já, maður þarf bara að trúa því. Já, og við getum breytt henni. Leikritin Partíland og Vinsæld voru frumsýnd á árshátíð Elstaðastegs grunnskóla Grindavíkur í vikunni. Löng hefðir fyrir uppsendingu leikverka á árshátíð skólans. Nemendur í 7. og 8. bekk sýndu leikritið Partíland í leikstjórn Aldísar Davíðsdóttur og nemendur í 9. og 10. bekk sýndu leikritið Vinsæld eftir Pálmar Guðmundsson í leikstjórn höfundar. Hvað gerir sagði barinn? Það er augljóslega eftir Pelafón! Hei krakka! Hvað sagði prumpu við prumpu? Hvað? Hvað er það að gera maður? Það fyrir að drepa stemning. Byrjaðu aðeins að segja mig frá þessu verki sem þú varst að skrifa. Herðu, þetta er árshátíðarleikrit hjá 9. og 10. bekk og fjallar svona rauði þráðurinn er vinátta og að vera vinsæll og hvort að það sé eitthvað sem skiptir máli og ýmsalt svona í kringu það. Hvar nærðu þér í grunninn í þetta? Herðu, þetta er tekið svona héðan og það er svolítið gaman einmitt. Maður svona ýmislegt bæði sem maður upplifað sjálfur og líka svona sem vakið athygli og svo tekum við þetta svona allt saman og setjum einn pakka og svo þurfti ég náttúrulega að gíra mig svolítið upp og fara svolítið aftur í tíman og verða 15 ára og til að reyna að átta mig á þessu hvað þau vilja. Þetta er náttúrulega snýst svolítið hvað þau, eitthvað sem þeim finnst skemmtilegt sko. Þannig að þetta er svona byggt svolítið í kringum það.
Hvað fekk ykkur til þess að taka þátt í að setja upp svona leikrit? Ykkur leiklistabaktería í ykkur? Já, bara mjög mikið í mér. Mér finnst bara allt sem tengist leiklistinni mjög skemmtilegt, bara allt saman. Ég fæddur í þessu en ég á frænku sem að vinna í Borgarleikhúsinu og ég bara mjög þakklátur að vinna sem leiklist eða eitthvað líka hérna í dag. Þú varst að semja og leikstýra Partýlandi. Já, það passar. Við vorum að semja svona í sameiningu. Það var svona spunaleikrit. Hver boðskapurinn? Boðskapurinn eiginlega sá að það alveg sama hvaða höft eru sett á mann. Sama þó að sé Partýland, þá vill maður samt hafa frelsi til að velja sjálfur. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað, Víkurfréttavefinn vaff.is, þar eru við að skrifa fréttir alla daga vikunar og sömulegis golffréttir inn á kilvingur.is. Þið getið séð eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta inn á ringbraut.is og eins á Víkurfrétta vefsíðunni vaff.is. En við endum þáttinn á æfingu fyrir söngvaskáld á Suðurnesjum, þar sem Magnús Þór Sigmundsson viðfangsefnið að þessu sinni. Við þakkum fyrir okkur, sjáumst á vikuleiðinni. Verið sæl. Magnús Þór Sigmundsson, hann næsta söngvaskáld Suðurnesja. Hvernig nálgist þið Magnús? Já, Magnús kannski þekktur fyrir að vera tvíeggið Magnús og Jóhann og við höfum búin að fjalla Jóhann Helgason, gerum það í fyrra, en nú komið að Magnúsi. Það að spanna allan hans feril hérna á þessu kvöldi? Já, þetta bara byrjar frá upphafun og fæðingunni og heldur svo bara áfram og við spjöllum við söngvaskáldinn og heyrum svona ég búin að heyra í móður hans Magnúsar, það var mjög gaman að spjalla við hana. Og svo við okkur heimildum og erum í samstarfi byggðastefnu með myndir. Þannig að þetta fjölmennt, þetta fjölhliða. Við erum að sýna myndir, við erum að segja sögu og við erum að flytja tónlist. Og þið takið 2 kvöld í að sýna, þið selduð, það má segja að það var uppselt hjá ykkur á frumsýninguna á honum, en þið eigið ykkur að miða eftir á sunnudagskvöldið. Já, þegar ennþá þetta ná í miða á sunnudagskvöldið og við bara hvetjum sem flesta til þess að koma og njóta með okkur. Þetta eru síðustu tónleikarnir í vetur. Áttum eina skýjaborg í æsku ég og þú. Frá himni og til jarðar vegasaltið brú. Hver hreyfing upp og niður var augnablik og ár. Svo litum við í speilin, sjá hvítt orðið á. Við erum ein og annað orðið, hvort öðru bæði tvö. Páskarnir nálgast. Lambabógur, kryddleginn í sítrónusmjöri aðeins 974 krónur kílóið. Netto, sparaðu með okkur.